Á tímum þegar sannleikurinn var grafinn undir þunga harðstjórnar, þegar rödd trúarinnar var þögguð af ótta, þorði ein þjóð að standa á móti. Í myrkri miðalda þegar heimurinn beygði sig fyrir vilja ósveigjanlegs valds, stóðu valdensar sem ljós sem ekki var hægt að slökkva. Þótt þeir eyðileggi heimili þeirra, geta þeir ekki eyðilagt orð Guðs. Þeir voru stimplaðir sem villutrúarmenn, veiddir eins og dýr og dæmdir fyrir trú sína. Þeir ögruðu hinni heilugu kirkju sem vildi þurrka út tilvist þeirra. Þetta er saga verndara ritningana, sagan sannleika, hugrekki og óbilandi von. Hvað ef kirkjan sem þú hefur alltaf þekkt er ekki hin sanna kirkja sem talað í Biblíunni? Ímyndaðu þér í smá stund möguleikann á því að það sem þér hefur verið kennt, það sem þú hefur séð og upplifað, sé aðeins skuggi sannleikans. Hvað ef sagan, svo sem Guð ætlaði að segja, væri falin, grafin undir öldum blekkinga, valds og stjórnunar? Það var tími þegar heimurinn var umvafinn andlegu myrkri. Það var öld yfirráða páfa þegar ljós sannleikans virtist næstum slöknað. Samt jafnvel á þessum skuggatíma héldu trúir vottar Guðs loganum á lofti. Þetta voru menn og konur sem héldu fast við Krist sem eina milligöngumann milli Guðs og manna, sem héldu upp í Biblíunni sem óhaggalegum grunni þeirra. Róm með öllu sínum glæsileika og krafti þoldi ekki andóf. Það var reynt að þagga niður í þessum trúföstu til að eyða öllum ummerkjum af tilveru þeirra. Fyrir að láta jafnvel í ljós efasemdir vald páfans eða þora að efast kenningu, gæti maður borgað æðsta gjaldið. Auður völduð að staða bauð engan skjöld. Veggir kirkjunar kunna hafa verið gullskreyttir, en grunnur hennar var sprunginn af spillingu. Þeir sem stóðu á móti því urðu óvinir sem skildu mylja niður, þrátt fyrir sakleysi og sanna trú. Samt voru raunir hennar sönnu kirkju oft huldar sjónum heimsins. Þeir fundu sér ekki stað í háum dómkirkjum eða fagnað af öflugum heimsveldum. Þau fundust í eyðimörkinni eins og spáð var í Opinberunarbókinni 12:6. En konan flýði út í eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað. Þessi kirkja í eyðimörkinni var vörður fjársjóða Guðs, sannleikan sem hann hafði falið mannkyninu. Þeim var hvorki sveipuð sæmdni viðhöfn, heldur voru vernduð í einfaldleika, hreinleika og auðmýkt. Ein helstu skilin á milli þessara sönnu kirkju og Rómar var hvíldardagurinn. Hvíldardagur Biblíunnar sem Guð gaf í 4. boðorðinu. Páfadómurinn uppfyllti spádóminn þegar hann komst til valda með því að kasta sannleikanum til jarðar. Lögmál Guðs sem ætlað var að standa að eilífu var fótum tróðið og í stað þess voru mannlegar hefðir teknar upp. Sunnudagur, dagur sem átti rætur í heiðni, var upphafinn sem heilagur dagur og þeir sem voru undir stjórn Rómar voru neyddir til að heiðra hann. Jafnvel einlægi trúaðir voru afvegaleitir. Sumir heiðruðu báða dagana og forðuðu sér frá vinnu bæði á hvíldardegi og sunnudegi í vonum að friðþægja bæði Guð og menn. En þessi málamiðlun var aldrei nóg fyrir Róm. Hvíldardaginn átti að vanhelga, sunnudaginn átti að helga, og þeir sem veittu mótspyrnu voru fordæmdir af hörku. Ímyndaðu þér hugrekki sem þurfti til að standa staðfastur. Að heiðra hvíldardaginn var að lýsa yfir hollustu við Guð yfir mann og standa í trássi við stofnun sem hafði bæði andlegt og veraldlegt vald. Þetta var engin smá uppreisn, þetta var trúar yfirlýsing andspænis dauðanum. Fyrir marga var eina leiðin til að hlýða lögmáli Guðs að flýja, burt frá borgunum, burt frá miðstöðum valdsins, inn í eyðimörkina. Þar í einangrun fundu þau frelsi til að biðja. Þó það hafi kostað mikinn persónulegan kostnað, báru þessir fáu trúföstu óbilandi sannfæringu orð Guðs og að lögmál hans væru óbreytanleg. Rétt eins og sálmarittarinn sagði: réttlæti þitt er eilíft réttlæti og lögmál þitt trúfesti. Og eins og Guð hafði sett hvíldardaginn sinn í hjarta lögmálsins, settu þeir hann í hjarta lífsins. Þeir skildu að hvíldardagurinn var meira en dagur til hvíldar. Það var merki sáttmála þeirra við skaparann, minnisvarði mátt hans til að frelsa og helga. Þegar þeir hörfuðu inn í eyðimörkina sóttu þessi trúuðu styrk frá umhverfi sínu. Háu fjöllin, ósveigjanleg og tignaleg, urðu tákn varanlegt réttlæti Guðs.
Því þótt fjöllin færust úr stað og hálsarnir riði, skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli ekki raskast. Þeir hvísluðu að börnum sínum Guð sem var jafn staðfastur og björgin undir fótum þeirra. Þetta var ekki fólk sem naut velmegunar eða forréttinda. Þeir kenndu börnum sínum að þykja vænt ritningarnar og festu langa ritningagreinar á minnið vegna þess að biblíur voru af skornum skammti. Þeir skildu að hvert orð Guðs var fjarsjóður, lífleina í heimi sem var að drukkna í villu. Saga þeirra hljóðlátt hetju dáð, trú svo sterk að ekki var hægt að slökkva hana. Þótt þeir væru tvístraðir og ofsóttir, hvikuðu þeir aldrei í ætlunarverki sínu að standa vörð sannleikann. Þeir voru gæslumenn logans, verndarar trúar sem stóð í algerri mótsögn við mikil fengleika hins innantóma valds Rómar. Arleið þeirra hvíslar enn að okkur að sannleikur Guðs sé hverrar fórnar virði, að lögmál hans sé eilíft og að fólk hans, þó fátt, fái staðist. Valdensar sem staðsettu voru innan hrikaleg fjöll Evrópu geymdu eitthvað dýrmætara en gull. Heilög ritning vandlega þýdd á þeirra eigin tungumál. Löngu áður en siðbótin sendi bylgjur heiminn höfðu Valdensar þegar tekið afstöðu sína. Þeir héldu fast við hinn hreina sannleika biblíunar eins og björgunarlínu og neituðu að sleppa takinu, jafnvel þótt kostnaðurinn væri óhugsandi. Þessar hugrökku sálir vissu hvað það þýddi að stefna öllu í hættu. Þeir voguðu sér að kalla hina voldugu Rómakirkju þar sem ritningarnar lýstu sem Babylon opinberunar, fráhvarfsvald, hulið stórfengleika en byggt á lygi. Áræðni þeirra var ekki sprottin af stolti, heldur óhagganlegri sannfæringu að verja beri orð Guðs hvað sem það kostar. Þeir sáu í háum dómkirkjum Rómar og háleitum athöfnum svik við auðmjúkt og óeigingjarnt fordæmi Krists. Trúnaður þeirra var ekki sársaukarlaus. Sumir Valdensar sem voru undir þungum ofsóknum hvikuðu og gerðu málamiðlanir og létu hægt og rólega hluta af trúsinni fyrir vægðarlausum kröfum Rómar. En margir stóðu óbilandi. Jafnvel þegar eldarnir loguðu í kringum þá, neituðu þeir að beygja sig fyrir helgimyndadýrkun sem svo algeng í kirkjunni og kallar hana skurðgoðadýrkun. Þeir héldu áfram að heiðra hinn sanna hvíldardag og héldu boðar Guðs heilög á meðan heimurinn í kringum þá hætti stað eða hunsaði þá. Jafnvel þegar spjót hermanna stungu þá eða loga rómverska bálfara eyddi þeim, hvikaði trú þeirra ekki. Þeir héldu fast við nafn Guðs og orð hans. Í 1000 ár urðu fjöllin athvarf þeirra. Hátt fyrir ofan ítök ofsækjenda þeirra, umkringdur glæsileika sköpunarinnar, fundu Valdensar styrk og frið. Hinir hrikalegu klettar og háir tindar voru meira en bara felustaður. Þeir voru helgidómur sem Guð sjálfur bjóð þeim. Þessi voldugu fjöll vitnuðu óbreytanlegt réttlæti Jehóva. Fjöll eru kringum Jerúsalem og drottinni kringum líð sinn, héðan í frá og að eilífu. Valdensar vildu benda börnum sínum á hina varanlegu steina og segja, rétt eins og það ekki hægt að hreyfa þá, ekki heldur hægt að rjúfa fyrirheit Guðs. Í þessari hrífandi eyðimörk byggðu þeir líf sitt. Þeir rækta grýttan jarðveginn með þolinmóðum höndum og breyta hrjóstrugum brekkum í frjósaman akur. Starf þeirra var vitnisburður þá trú að sérhver hluti lífsins, jafnvel hið erfiða og hversdagslega, væri heilagt þegar það var gert fyrir Guð. Þeir kvörtuðu ekki yfir raunum sínum, heldur litu þeir á fjöllin sem stöðuga áminningu sköpunarkraft Guðs og verndandi umhyggju. Hver Guð nema drottinn og hver hellubjarg utan vor Guð? Valdensarnir fundu nærveru hans í nið trjánna, í rennandi lækjum og jafnvel í hljóðri tindana fyrir ofan þá. Trú þeirra var virk, hún brann af ákafa sem engar ofsóknir gátu slökkt. Frammi fyrir átakilegum erfiðleikum færðu þau trú sína til barna sinna af blíðri umhyggju. Frá unga aldri var börnum þeirra kennda ritningarnar ekki aðeins sem bók, heldur sem lifandi orð Guðs. Án aðgangs að prentuðum biblíum lögðu þeir heilu kaflana á minnið, jafnvel heilar bækur, þannig að orðið var greift í hjörtu þeirra. Menntun þeirra mótaði ekki aðeins hugan heldur sálina alla.
Þeir lærðu að leggja hart að sér, þola þjáningar og standa staðfastur í trúnni. Foreldrar þeirra vissu að þessi börn gætu einn daginn staðið frammi fyrir dauða píslavottar, en samt undirbjuggu þeir þau af ást og einlægni, vitandi að trúin sem þau létu í té var í hverrar fórnar virði. Fjöllin voru bæði vígi þeirra og kennari. Þegar ofsóknarstormarnir geisuðu fyrir neðan, fundu þeir öryggi í hæðum, en meira en það. Fjöllin kenndu þeim hið órjúfanlega lögmál Guðs. Orð þitt, Drottinn, varir að eilífu, það stendur stöðugt á himnum. Þótt jarðnesk völd getur reynt að tortíma sannleikanum, myndi hann standa jafn óhagganlegur og tindarnir sem umkringdu þá. Menn gátu slegið þá niður, en þeir gátu ekki eitt einum bókstaf í lögmáli Guðs. Jafnvel í einsemd sinni voru valdensarnir aldrei einir. Þögn fjallanna var fulla nærveru Guðs. Þeir fögnuðu frelsi sínu til að tilbiðja, lyftu upp raust sinni í söng innan klettabjörgin. Hjörtu þeirra voru fulla þakklæti, ekki beiskju. Þeir vissu að sami Guð sem hafði leiðbent Ísrael eyðimerkina var með þeim núna. Þeir litu á útlegg sína ekki sem þeir væru yfirgefnir, heldur sem guðlega vernd, skjól fyrir ofsaveðri Rómar. Í þessum auðmjúku dölum umkringdum glæsileika sköpunarinnar fundu Valdesar styrk sinn. Þeir voru ekki líður brotin af raunum sínum, heldur hreinsaður af þeim, eins og gull hreinsaði í eldi. Saga þeirra er kyrrlátt hugrekki trúar, svo staðföst að ekki var hægt að hreyfa hana, ekki af ótta, ekki af þjáningu og ekki af dauðanum sjálfum. Og jafnvel þegar heimurinn virtist molna í kringum þá, logaði ljós vitnisburðar þeirra skært, leiðaljós vonar á myrkri öld. En sagan Valdesana endar ekki með helgidómum þeirra í fjallinu eða rólegri siglu. Það byrjar vissulega þar, djúpt í þessum hrikalegu dölum, umkringdir háum tindum, fundu Valdesar fyrir brennandi sannfæringu sem ekki var hægt að hemja. Sannleikurinn sem þeir hefðu uppgötvað með bæn og þjáningum voru oft dýrmætir til að halda þeim földum. Hjörtu þeirra fylltust af gleði hjálpræðisins og þau þráðu að deila því ljósi með heimi sem er fastur í kæfandi skugga villukenninga. Þeir trúðu að endir alls væri í nánd. Síður ritningarinnar höfðu opinberað þeim það. Augljóslega og óneitanlega sáu þeir í spádómum Daníels og opinbernabókarinnar hvernig atburður leiddu til endurkomu Krists. Þessi fullvissa fyllti daga og nætur þeirra tilgangi. Valdensar vissu að þeim hafði verið trúa fyrir heilögu verkefni sem ekkert vald á jörðu gat þagga niður. Ímyndaðu þeir eldin í hjörtum þeirra þegar þau rannsökuðu ritningarnar með bæn og gerðu sér grein fyrir hversu dýrmætt það er sem Guð hefur opinberað þeim. Þeir sáu greinilega hjálpræðis áætlunina þróast á þessum helgu síðum eins og ljós sem brýst í gegnum þétta þoku. Þeir fundu huggun í orðum Jesaja: þó að syndiriðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þeir fundu von í fyrirheiti Jesú: komið til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Þegar þeir opnuðu Biblíuna sína sáu þeir meira en orð. Þeir sáu andlit frelsara fullan af kærleika og miskunn. Jesús birtist ekki sem fjarlæg og ströng persóna eins og prestarnir máluðu hann til að vera. Hann var ekki dómari sem beið eftir að fordæma eða sáttasemjari sem aðeins var aðgengilegur í gegnum dýrlinga og helgisiði. Nei, Jesús ritningarinnar var blíður og miskunnsamur, stóð með opinn faðm og bauð þreyttum og þjáðum að koma til sín. Þeir horfðu út í heiminn og sáu sálir þjáðar af ótta, sektarkennd og tilgangslausri trúrækni. Samkvæmt kenningum Rómar var fólki kennt að trúa því að það gæti aðeins fundið fyrirgefningu fyrir iðrunar verk. Þeir föstuðu þar til þeir voru máttlausir. Þeir skriðu á hnjánum að fjarlægum helgistöðum í vonum að ávinna sér velþóknun Guðs. Þeir þjáðu sig í vonum að sársaukin myndi hreinsa syndir þeirra, en engin friður kom, engin gleði, aðeins meiri ótti og meira myrkur. Valdensar grétu yfir þessum sálum. Þeir þráðu að segja þeim að hjálpræði væri ekki hægt að kaupa með þjáningu eða góðum verkum. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú
Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Og svo með titrandi vörum og tárfylltum augum fóru þeir að miðla fagnaðarerindinu. Það var ekki auðvelt verkefni. Þeir fóru ekki út sem predikarar með lofsöng og vald. Þeir gátu það ekki. Að lýsa yfir trúboði sínu opinberlega hefði þýtt öruggan dauða. Þess í stað urðu þeir auðmjúkir kaupmenn og ferðalangar og báru ekki aðeins eigur sínar, heldur einnig orð Guðs falið vandlega innan klæða. Þessi handrit, handskrifuð af vandvirkni, voru þeirra dýrmætustu gersemar. Hvert vers hafði verið afritað við kertaljós á földum stöðum, oft í mikilli hættu. Þegar þeir ferðuðust Evrópu töluðu þessi kaupmenn hljóðlega en djarflega. Þeir fylgdust með hjörtum sem voru reiðubúin til að heyra sannleikann. Þegar þeir skynja að einhver væri leitandi, einhver þjakaður af sektarkennd eða vonleysi vegna kenninga kirkjunar, opinberuðu þeir vandlega ritningarnar. Sjáðu fyrir þér slík samskipti. Valdensa trúboði situr í daufu upplýstu herbergi og talar hljóðlega við fjölskyldu sem hefur safnað saman til að hlusta á hann. Hann opnar lítið slitið handrit og byrjar að lesa. Rödd hans titrar þegar hann les orð 1. Jóhannesarbréf 1:7. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Móðurinn í herberginu grípur barnið sitt og lítur til hans af undrun. Getur það verið satt, hvíslar hún. Fyrirgefur Guð mér virkilega? Trúboðinn kinkar kolli, augu hans tárum fyllt. Já, þú getur komið til hans eins og þú ert. Hann ber kærleika til þín. Fyrir marga var það í fyrsta skiptið að heyra hið sanna fagnaðarerindi. Tárin runnu frjálslega þegar þeir áttuðu sig á því að þeir þurftu ekki að ávinna sér kærleika Guðs eða fyrirgefningu. Jesús hafði þegar greitt lausnagjaldið. Valdensar deildu ekki bara versum, þeir deildu von. Þeir birtu mynda Guði sem var ekki fjarlægur harðstjóri, heldur kærleiksríkur faðir. Þeir sögðu frá frelsara sem krafðist ekki fórna, heldur fórnaði sjálfum sér sem hinn fullkomna fórn. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Boðskapur þeirra var einfaldur en áhrifaríkur. Hann skar í gegnum legar og ótta sem Róm hafði byggt í gegnum aldirnar. Margir sem heyrðu boðskapinn trúðu honum ekki fyrst. Getur það verið satt? Myndu þeir spyrja aftur og aftur. Valdensarnir endurtóku loforðin oft með þolinmæði og beygðum hnjám þar til sannleikurinn festi rætur. Þeir horfðu á andlit sem áður voru döpur af örvæntingu lýsast upp af gleði. Þeir sáu sálir sem einu sinni voru hlaðnar sektarkennd standa uppréttar í nýfengnum frelsi. En verkefni þeirra var kostnaðarsamt. Hvert skref sem þeir tóku var hættulegt. Yfirvöld kirkjunar voru alltaf vakandi og að vera gripin með brot af reikningunni leiddi til pyntinga eða dauða. Samt héldu valdensar áfram, knúnir áfram að þeirri sannfæringu að engin fórn væri of mikil vegna fagnaðarerindisins. Þeir litu á sig sem verkamenn í vingarði Guðs og sáðu fræjum sannleikann sem myndi einn dag bera ávöxt. Og vissulega bar það ávöxt. Hvar sem þeir fóru skildu þeir eftir sig trúar neista sem síðar myndi glæðast. Þeir voru ekki þar til að sjá uppskeruna. Oft fóru þeir hratt áfram og hurfu áður en óvinir þeirra gátu fundið þá. En starf þeirra var ekki til einskis. Ritningarnar sem þeir deildu, vonin sem þeir gróðusettu, hélt áfram að dreifast jafnvel eftir að þeir voru farnir. Hugrekki og kærleikur valdensa til annara var ekki þeirra eigin. Það var kraftur Krists sem starfaði í gegnum þá. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofurmagn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss. Ljósið sem þeir báru var ekki bara fyrir þeirra tíma, það var ljós sem ætlað var að skína til enda veraldar, ljós sem myndi að lokum kveikja eld siðbótarinnar. En fyrir valdensana var nóg að vita að þeir voru trúir köllun sinni, að sannleikanum sem þeir elskuðu svo innilega var deilt einni dýrmættri sál í einu.
og þannig gengu þeir vegi Evrópu, skref þeirra hljóðlát en hjörtu þeirra loga og báru með sér vonina hjálpræði til heimsins sem sárlega þarfnaðist þess. Þeir höfnuðu töfrandi veldi Rómar og snéru í staðinnar fordæmi Krists, milds húsbónda síns, sem lýsti yfir: Mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Prestar þeirra voru hirðar í sönnum skilningi og hlúðu að hjörðum sínum af kærleika og auðmýkt. Þessir leiðtogar voru á engan hátt líkir háleitum prestum Rómar sem prýddu sig auðæfum og sóttust eftir stjórn á lífi mannanna. Þess í stað bjuggu valdensaprestarnir meðal fólksins og tóku þátt í baráttu þeirra og gleði. Þeir heimsóttu sjúka, hugguðu hina syrgjandi og leiddu menn áfram á veg sannleikans. Þegar deilur komu upp urðu þeir friðasinnar og hlúðu að sátt og kærleika innan samfélagsins. Fordæmi þeirra var lifandi vitnisburður kennslu Krists: Ver hirðir sauða minna. Menntun unga fólksins var heilug skylda innan samfélags þeirra. Prestarnir, sem þjónuðu ekki aðeins sem andlegi leiðtogar, heldur einnig sem kennarar, sáu til þess að börn þeirra uxu upp fulla þekkingu á ritningunni. Biblían var kjarninn í fræðum þeirra, með guðspjöllum Matteusar og Jóhannesar og bréfunum til áminningar. Þessir ungu menn urðu lifandi geymsla orð Guðs og báru sannleika hans innra með sér eins og fjársjóð. Fyrir valdensa voru orð 5. Mósebókar 6:67 skipun sem þeir tóku til sín. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum. En menntun þeirra fór lengra en utanbókar lærdómur. Í djúpum hellum þar sem flöktandi ljós blísanna varpa skugga á grófa veggina afrituðu þau ritningarnar vandlega. Vers fyrir vers, kafla fyrir kafla, lífguðu þeir orð Guðs með erfiði sínu. Sum handritin innihjöldu heila biblíur, á meðan önnur voru með vandlega völdum textum, ásamt einföldum en djúpstæðum útskýringum. Þessir helgu textar, sem varvettir voru þrátt fyrir mikla persónlega hættu, voru leiðaljós sannleikans í myrkruðum heimi af villu. Verkið var ekki bara varðveisluverk, það var tilbeiðslu athöfn, leið til að láta ljós sannleika Guðs skína. Valdensaprestarnir voru líka hagnýtir menn. Líkt og Páll, sem smíðaði tjöld til að styðja þjónustu sína, náðu þeir tökum á iðgreinum til að sjá fyrir sér ef á þyrfti að halda. Verk þeirra var framlenging á trú þeirra, vitnisburður þá trú að sérhver athöfn, sama hversu auðmjúk, gæti vegsama Guð. Þegar samfélagin sem þeir þjónuðu bjuggu við frið, studdi fólki presta sína fúslega, en á erfiðleika tímum myndu prestarnir þjakaðir að erfiðisvinnu minna hjörðina á að þau varu líka verkamenn í vingarði drottins. Þetta fólk sem virtist svo lítið í augum heimsins voru trúar risar. Frá unga aldri var börnum Valdesa kennt gildi trúboðsins. Þeir skildu að þeir voru hluti af einhverju miklu stærra en þeir sjálfir. Heilagt verk sem krafðist aga hugrekkis og óbilandi trúar. Eftir því sem þau stækkuðu fór menntun þeirra út fyrir ritningarnar til að veita þeir færni og þekkingu sem nauðsynleg var fyrir framtíðar hlutverk þeirra. Foreldrar þeirra og prestar vissu að til að ná til hjartna þjökuð af mistökum þyrfti þetta unga fólk að skilja heiminn og hættur hans á sama tíma og það væri ómengað af áhrifum hans. Nokkrir ungmennana voru sendið til náms í þekktum borgum í Frakklandi og Ítalíu þar sem þeir fengu víðara svið hugsunar og menningar. Þessar borgir voru iðandi miðstöð, lærdóms og viðskipta, fullara tækifærum til að fylgjast með viðhorfum og venjum heimsins. En þessum ferðum inn í hjarta samfélagsins fylgdi mikil áhætta. Ungmenni Valdensa voru send með skýr fyrirmæli: treystu engum. Hlutverk þeirra var að læra, fylgjast með og finna tækifæri til að planta fræjum sannleikans í hljóði. Þeir báru ritningarnar, handskrifaðar, vandlega afritaðar og dýrmætar, faldar inn í fóðurum fatnaðar síns. Hver blaðsíða, hvert vers var fjársjóður sem átt að deila, en aðeins með þeim sem höfðu opin hjörtu til að taka á móti. Hvert skref sem þessir ungir trúboðar tóku var hluti að heilagri köllun. Þeir höfðu verið þjálfaðir, ekki aðeins til að þekkja ritningarnar, heldur til að lifa eftir þeim. Undirbúningur þeirra fyrir þjónustuna var strangur og mjög persónlegur.
Áður en þeir gátu tekið að sér embætti press í heimalandi sínu þurftu þeir að helgast trúboðinu í 3 ár. Þetta var ekki formsatriði eða þolgæði, þetta var andlegt nám, tími þegar þeir lærðu að treysta algjörlega á Guð, fórna eigin hagsmunum og þjóna öðrum að auðmýkt og hugrekki. Þeir ferðuðust ekki einir, hver ungur trúboði var paraður við eldri og reyndari félaga sem var ekki aðeins leiðbeinandi heldur uppspretta visku og styrks. Sama myndu þau takast á við prófraunir og hættur trúboðsins og styðja hvort annan með bæn og ráðgjöf. Þó að leiðir þeirra skildu oft þegar starf þeirra leiddi þá á mismunandi staði, hittust þeir aftur þegar þeir gátu, deildu reynslu sinni og endurnýjuðu trú sína og félagsskap hvers annars. Ferðir þeirra voru hættulegar en samt héldu þeir áfram af rólegri ákveðni. Þessir ungu trúboðar skildu hættunu af verkefni sínu. Að opinbera raunverulegan tilgang þeirra myndi þýða öruggan dauða, ekki bara fyrir þá sjálfa, heldur hugsanlega fyrir fjölskyldur þeirra og samfélög í fjöllunum. Samt hikuðu þeir ekki. Með einföldum klæðnaði og auðmjúkri framkomu ferðuðust þeir og tóku upp búning kaupmanna eða sölumanna. Þeir báru silki, skartgripi eða aðra verðmæta hluti sem leyfði þeim að komast inn á heimili og samfélög þar sem þeir hefðu verið vísað frá sem trúboðar. J.A. Wiley skrifar í bók sinni sögu Valdensa: þeir báru silki, skartgripi og aðra hluti sem á þeim tíma var ekki auðvelt að kaupa nema á fjarlægum stöðum og þeim var fagnað sem kaupmönnum þar sem þeim hefði verið hafnað sem trúboðar. Þessar einföldu vörur urðu lykillinn að því að opna dyr, en sannur fjársjóður þeirra var ritningin, falin vandlega en samt deilt með djörfung þegar hjörtu virtust opin. En raunverulegu fjársjóður þeirra var ekki í vörunum sem þeir báru. Meðal hlutana leyndust ritningagreinar, vandlega undirbúnar og tilbúnar til að deila. Þeir biðu tækifæra til að geta talað fagnaðarerindið þegar þeir gátu blíðlega boðið hluta af orði Guðs einhverjum sem virtist þungt haldinn af lífsbaráttunni eða í leita dýpri merkingu. Með visku og varkárni sem þeim hefur verið innrætt frá barnæsku settu þeir þessu dýrmætu rit þar sem þau gætu fest rætur. Oft var þetta verk unnið í laumi en skildi eftir sig orð lífsins eins og fræ dreift í frjósama jörð. Ímyndaðu þér augnablik á iðandi markaði. Meðal hávaða og skarkala býður auðmjúkur kaupmaður upp á stykki af fínu efni fyrir þreyttan ferðalang. Í fellingum klæðisins sem hnýsin augu sjá ekki er lítið handrit, hluti af sálmunum eða kannski orð Jesú sjálfs. Kaupmaðurinn hallar sér hljóðlega: þetta eru vonarorð, lestu þau þegar þú ert einn. Ferðamaðurinn þiggur gjöfina og skilur ekki enn fullt gildi hennar, en seinna í næturkyrðinni þegar orðin lifna við á síðunni byrjar hjarta hans að umbreytast. Krafturinn í þessum kynnum var ómælanlegur. Aftur og aftur fundu ritningarnar leiðin í heimili og hjörtu og kveiktu neista sem engin kraftur gat slökkt. Páfa yfirvöld gátu ekki rakið uppruna þess sem þau kölluðu spillandi villutrú. Trúboðar Valdensa voru eins og vindurinn, óséðir en samt fannst nærvera þeirra allstaðar. Vindurinn blæs það sem hann vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Andi Krist logaði skært í þessum ungu Valdensum. Þeir vissu að fagnaðarerindið var ekki bara boðskapur sem átti að varðveita, heldur gjöf sem átti að miðla. Þeir fluttu sannleikann inn í myrkustu horn Evrópu, þar sem villur Rómar höfðu bundið sálir í ótta og fáfræði. En hugrekki þeirra, ósveigjanleg trú og hljóðláta starfið að miðla ritningunni bar hræðilegan kostnað. Myrkra öflin gátu ekki hunsa þau. Fyrir hvert líf sem þeir snertu, hver sannleikur sem þeir opinberuðu, var högg gegn kúandi valdi páfadómsins. Óvinur Sálna sem hafði lengi unnið í gegnum falskar kenningar og spillt vald Rómar varð meira á verði en nokkru sinni fyrr. Hinn auðmjúka viðleitni þessa fjalla fólks til að breiða út fagnaðarerindið í leynum, kenna öðrum að treysta á Guð frekar en menn, var ógn við allt kerfi páfavaldsins. Valdensar voru lifandi sönnun þess að Róm hafði vilst langt frá sannri trú. Tilvera þeirra afhjúpaði fráhvarf kirkjunnar frá boðorðum Guðs og leiðtogar Rómar, uppteknir af stolti og völdum, gátu ekki þolað áskorunina.
Ótti greip sig meðal páfa yfirvalda. Þeir sáu hvernig verk valdensa gátu leyst hulu hjátrúar sem þeir höfðu svo vandlega ofið yfir hjörtu fólksins. Þeir gerðu sér grein fyrir því að ef sannleikurinn myndi skína óhindrað myndi grundvöllur valds þeirra hrynja. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins því að verk hans verða uppvís. Hatur þeirra á valdensum var ekki aðeins knúið áfram að guðfræðilegum ágreiningi, heldur af örvæntingafullri þörf til að þagga niður áminninguna eigin spillingu. Tilskipunin var vopn, mótuði grimmd og beitta nákvæmni. Í tilraun sinni til að tortíma valdensum gaf páfi út tilskipun sem lýsti þeim sem villutrúamönnum og dæmdi þá til dauða. Orð þessara tilskipunar full af eitri. Páfi lýsti valdensum sem illgjörnum og viðurstyggilegum sértrúarsöfnuði, illkynja líkt á eitruðum snákum og ættu að vera muldir niður ef þeir neituðu að afneita trú sinni, að vera mulin eins og eitraður ormur. Þetta voru ekki bara fordæmingar orð heldur ákall til vopna, hvatning til að framkvæma hrottalega og óvæga útrýmingu. Ásakanir á hendur valdensum var ekki sprottin af verkum þeirra. Jafnvel andstæðingar þeirra viðurkenndu að þetta væri friðsamlegt trúræki fólk. Líf þeirra einkenndist af guðrækni, helgi og djúpum kærleika á orði Guðs. En einmitt þessir eiginleikar færðu þeim ógn. Valdensar fylgja ritningunni og með óbilandi skuldbindingu sinni við sannleikann afhjúpuðu þeir spillingu og legar rómar. Þeir lifðu sem áþreifanleg áminning að kirkjan hefði vilst langt frá biblíulegum grunni sínum. Fyrir Róm var slík trúrækni óþolandi og tilvist þeirra varð að uppræta. Tilskipunin snerist ekki bara að merkja valdensa sem villutrúamenn, það var opið boð ofbeldi. Tilskipunin fékk fólk til að taka þátt í krossferðum gegn þessum viðurstyggilega sértrúarsöfnuði. Til að hvetja til þátttöku bauð páfi óvenjulega ívilnun. Þeir sem gengu í krossferð var lofað aflaust frá öllum kirkjulegum refsingum, bæði almennum og sértækum. Það var hægt að afskrifa allt sem þeir höfðu svarið. Eigum sem stólið var frá valdensum var lögfest og hverjum þeim sem draf valdensa var lofað fyrirgefningu allra synda. Tilskipanir og gamlir samningar sem komu valdensum til góða voru afturkallaðir og öllum bannað að bjóða þeim aðstóð. Jafnframt, það gaf hverjum sem vald til að eignast heimili þeirra lönd og eigur. Þessi tilskipun leiddi í ljós hinn sanna anda á bakvið gjörðir kirkjunar. Þetta voru ekki orð hirðis sem gætti hjarðar sinnar, heldur öskur drekans sem lýstir í Opinberunarbókinni 12, sem vinnur að því að eyða þeim sem halda boð Guðs og vitnisburð Jesú. Það var óvinnur sálna sem starfaði í gegnum menn sem reyndi að tortíma hinum trúföstu leifum. Sjáðu fyrir þér fjölskyldu í friðsælum ölpunum, heimili þeirra staðsett meðal fjalla þar sem börnin hlæja og leika sér og bænir þeirra rísa eins og reykjelsi til himna. Dag einn koma hermenn niður í þorpið með sverð og eld og framkvæma skipun páfans. Fjölskyldan flýr út í eyðimörkina og grípur fáar eigur sínar og dýrmætar ritningar. Á bakvið þá heimili þeirra brennt, uppskera þeirra eyðilögð, líf þeirra rifið upp með rótum. Samt þeir fela sig í hellum eða feta hrikalega stíga, þá kvikar trú þeirra ekki. Þeir muna eftir orðum Jesú: það allt sem þér gjörðuð einum mína minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Þeir vita að þjáningar þeirra ekki óséðar af Guði sem þeir þjóna. Það sem sláandi hvernig orðalag og loforð tilskipunarinnar var beinlínis í mótsögn kenningar Krists. Frelsarinn sem sagði: sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða, var rangfært af þeim sem sögðust starfa í hans nafni. Hirðurinn sem lét líf sitt fyrir sauðina var notaður til að réttlæta slátrun þeirra. Kirkjan sem ætlað var að vera griðastaður og til lækninga var orðin eyðileggingatæki. En sanna hvatning á bakvið þessa tilskipun var græðgi og ótti. Róm óttaðist valdensa vegna þess að líf þeirra og kenningar afhjúpaði fráhvarf kirkjunar frá ritningunni. Skuldbinding þeirra við biblíuna og sannleika hennar lýsti upp hinnar myrku villur sem höfðu smeygt sér inn í kirkjuna.
Valdensar þurftu hvorki sverðni her til að ögra valdi Rómar. Trú þeirra og trúmennska dugði ein og sér. Tilskipunin kann að hafa þaggað niður í einhverjum röddum, en það gat ekki slökkt sannleikann. Blóð píslavottana vökvaði fræ fagnaðarerindisins og trú valdensa var ljós sem stakki gegnum myrkur þeirra tíma. Þó að þeir hafi verið veiddir, gerðir útlægir og drepnir, vitnisburður þeirra lifandi vitnisburður kraft orð Guðs og hugrekki þeirra sem kjósa að fylgja honum, hvað sem það kostar. Ódæðisverkin sem framin voru gegn valdessum var ofar mannlegum skilningi. Fjölskyldur voru rifnar í sundur, ástvinir þeirra pyntaðir eða drepnir fyrir augum þeirra. Mæður héldu fast í börn sín þegar hermenn drógu þau í burtu. Feður stóðu hjálparvana og horfðu á heimili sín brenna í eldi. Margir neyddust til að flýja dýpra í fjöllin og leita skjóls í kaldri og harðri eyðimörk, en jafnvel þar var þeim veitt eftirför. En alvarlegasta ákærin á hendur valdessum samkvæmt Róm var að þeir neituðu að sleppa ritningunum. Þeir héldu fast við orð Guðs sem líflínu sem uppsprettu vonar og sannleika. Þeir gátu ekki yfirgefið þær, sama hvað það kostaði. Þessi staðfasta hollusta við ritninguna kveikti reiði ofsækjenda þeirra, því að hún stóð sem vitnisburður gegn hefðum og boðorðum manna. Þjáningarnar sem þeir máttu þola eru næstum of sársaukafullar til að hægt sé að segja frá þeim. Þeir voru hættir, niðurlægðir og beittir kvölum sem ætlaðir að brjóta anda niður, en jafnvel þrátt fyrir slíka grimmd héldu þeir fast við trú sína. Þeir minntust orða Jesú: sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Þeir vissu að þjáningar þeirra voru ekki til einskis og blóð þeirra var eins og blóð píslavottana á undan þeim og myndi vökva fræ sannleikans. Og svo stóðu valdessar sem lifandi vitnisburður gegn harðstjórn Rómar. Þeir völdu trú fram yfir ótta, sannleika fram yfir hefð og vald Guðs yfir vald manna. Ekki var hægt að eyða hljóðlátum styrk þeirra og óhagganlegum ásetningi, sama hversu margir eldar voru kveiktir eða sverð dregin gegn þeim. Þrátt fyrir að samfélag þeirra hafi verið í molum og líf þeirra einkenndist af missi, stóð arfleið trúfesti þeirra. Þeir sönnuðu svo yfir allan vafa að orð Guðs hverrar fórnar virði. Í gegnum aldirnar fóru þessi fræ að vaxa. Valdensar gróðusettu rætur hreyfingar sem myndi hrista undirstöður heimsins. Löngu áður en Lúther neldi mótmæli sín á kirkjudyrnar í Wittenberg voru valdensar þegar að bera sannleikanum vitni. Þeir stóðu sem hljóðlát en kröftug áminning gegn spillingu páfadómsins og sýndu með lífi sínu og dauða hvernig sönn trú lítur út. Þeir voru forverar siðbótarinnar, dreifðu fræjum orðs Guðs löndin, fræ sem myndu einn dag spretta upp í hjörtum manna eins og Wycliffe, Huss og Luther. Þessir auðmjúku trúboðar, tvistræðir og ofsóttir voru lifandi útfærsla opinberunarbókarinnar 1:9. Ég, Jóhannes bróðir yðar, sem í Jesú á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á einni Patmos fyrir sakir Guðs orðs og vitnisburðar Jesú. Eins og Jóhannes þjáðust þeir fyrir vitnisburðin, fyrir óbilandi skuldbindingu sína við orð Guðs. En líka eins og Jóhannes þoldu þeir með þolgæði, vitandi að þjáningar þeirra voru ekki til einskis. Hugsaðu lítinn fugl sem syngur nótt. Myrkrið virðist endalaust, þrúandi og kalt, en fuglasöngurinn rís tær og óbilandi. Það voru valdensar, söngur trúarinnar á tíma mikils myrkurs. Þeir báru ofsóknana, en þeir báru líka fyrirheit eilíft líf. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þeir lifðu eftir þessum sannleika og í hugrekki sínu skildu þeir eftir þessi arfleið sem ekki var hægt að þagga niður, sama hversu grimmur stormurinn var. Valdensar lifðu ekki til að sjá fullan ávöxt erfiðis síns, en arfleið þeirra stendur eftir. Líf þeirra og fórnir minna okkur á hvers virði sannleikurinn Þeir stóðu sem vottar Guðs á sínum tíma, kveiktu eld sem brennur enn í dag, borin fram af öllum sem eru fúsir til að standa fyrir orð Guðs og fyrir vitnisburð Jesú Krists.